daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins með nokkrum þingmönnum. Á eftir koma svo til okkar annars vegar Birgir Jakobsson, landlæknir. Hann ætlar að ræða sem á að vera forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar, heilbrigðismálin. Og síðan kemur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, nýr sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og hún ætlar að fara svona í smáatriðum með okkur yfir verkfall sjómanna sem hefur nú staðið í 8 vikur. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Hjá mér eru sest Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Velkomin. Takk. Það verður eiginlega ekki hjá því komist að fara aðeins inn á þetta sjómannaverkfall sem hefur staðið yfir í 8 vikur og ljóst að afleiðingarnar að verða okkur nokkuð dýrar. Ef við byrjum á þér, Sigurður Ingi, þú og fleiri innan þíns flokks hafa kallað eftir aðkomu stjórnvalda að því að höggva einhvern veginn á þennan hnút sem uppi í þessum kjaraviðræðum. Þið hafið talað um mögulega breytingar í gegnum skattkerfið. Er það stefna flokksins ykkar að ívilna í rauninni þá útgerðunum í gegnum skattkerfið? Þetta er náttúrulega ekki verið að ívilna útgerðunum í gegnum skattkerfið. Þetta er spurning um það hvort að sjómenn sitji við sama borð til að mynda eins og áhafnir þeirra sem að fljúga. Og það er eiginlega mjög merkileg niðurstaða og skoðar hérna dómsmál sem var flutt þar sem að því er haldið fram að þetta eigi bara við tilfallandi ferðir og sjómenn séu ekki tilfallandi að fara út að veiða fisk. En ég get ekki séð muninn á því að flugmenn fari tilfallandi upp í flugvélar og fljúgi í áætlunarflugi og það að sjómenn fari út. Þannig ég held að þetta eigi við það. Sjómenn hafa barist fyrir þessu. Þegar sjómannaafslátturinn var lagður af og ég er sammála því að hann hafi kannski ekki verið skynsamlegur eins og hann var útfærður og hann var lagður af, þá kom ekkert annað í staðinn. Og ef við horfum á sjómenn við Norður-Atlantshafið, eins og í Noregi, eins og í Færeyjum, þá hafa þeir einhvers konar fyrirkomulag og af hverju ósköpunum ekki íslenski sjómenn og ef að það er nú tilfellið, ef það væri tilfellið, sem að ég hefur svona nokkrar hérna heyrt að þetta gæti hjálpa til við lausn verkfallsins, þá fannst mér mjög merkilegt að heyra ráðherra í nýrri ríkisstjórn koma út þegar deilan var komin í harðasta hnút, hún nýlega komin á laggirnar ríkisstjórnin og lýsa því yfir að þeir ætluðu sér ekki að koma að þessu máli með nokkrum hætti. Spurningin er þá þessi, til hvers höfum við þá ríkisstjórn í landinu ef hún er ekki að taka á svona risastóru efnahagslegu vandamáli. Atvinnuveganefndin fjallaði máli núna í síðustu viku og hvatti ráðherra til þess að gera skýrslu sem var síðan gefin út á blaðamannafundi í gær. Hún var reyndar ekki búið að senda okkur þingmannum henni, en ég er nú búin að kíkja á hana á vef ráðuneytisins og þar kemur auðvitað það í ljós sem að marga grunaði að það er verulegt þjóðhagslegt tap að þessu. Sumt mun hugsanlega koma tilbaka vegna þess að við erum með gott fiskveiðistjórnarkerfi, kvótakerfi sem gerir það verkum að tekjurnar geta komið síðar. En fiskvinnslufólkið og sveitarfélögin, jafnvel til sveitarfélög sem eru að lenda í lausafjárvanda og geta ekki greitt út laun og er það þá eðlilegt að ríkisstjórnin komi daginn út og daginn inn og segi við ætlum ekki að skipta okkur að þessu máli með nokkrum hætti. Þorsteinn, það er rétt, ríkisstjórnin hefur verið nokkuð skýr það að hún hyggst ekki allavega á þessum tímapunkti koma inn í þetta með neinum hætti, hvorki með lagasetningu eða einhverjum svona kerfisbreytingum. Þú kemur náttúrulega úr þessum bransa, þú komið mikið að kjaraviðræðum og oft jafnvel sjálfur kallaði mitt eftir aðkomu stjórnvalda með einhvers konar breytingum eða ívilnunum á skattkerfi. Af hverju þetta öðruvísi og á hvaða tímapunkti er einhvern veginn ekki hægt að sitja hjá og gera ekki neitt? Jú, það er alveg rétt, ég svo sem þekki viðfangsefnið aðeins hérna megin frá, það voru nú reyndar oftast viðsemjendur mínir sem kölluðu eftir aðkomu stjórnvalda þegar koma breytingum á skattkerfi, en vissulega kom það líka þá fyrir atvinnurekendahliðið, sér í lagi þegar snýr að tryggingagjaldið var að biðla í þessum efnum. Það er grundvallarmunur þarna á annars vegar þegar við erum að nálgast kjarasamninga, heildarkjarasamninga á vinnumarkaði, þar sem óskað er eftir almennri aðkomu stjórnvalda að úrlausn og reyndar má nú segja sem betur fyrir hefur aðeins dregið úr þessu á nýjan leik. Þetta var sérstaklega í tengslu við stöðugleikasáttmála orðið eiginlega langt úr hófið fram sem að aðkoma stjórnvalda að úrlausn deilna var orðin. Ég held að það sé ekki heppilegt, það er auðvitað skylda samningsaðila að leiða fram lausn og sér í lagi þegar kemur að
svona deilum að afmörkuðu samningssviði, þá afskaplega erfitt fyrir stjórnvöld að grípa inn í að endurreisa einhvern veginn sértæka skattaafslætti, hvað þá að fara að höggva á hnút sem í grundvallaratriðum snýst grundvallaratriði kjara þá sjómanna eða samkomulags útgerðar og sjómanna sem aflahlutdeildarkerfið. Þar hafa stjórnvöld engin tök, enga stöðu, enga rétt í raun og veru til þess að fara inn í og alltaf fara að kveða upp Salómons úrskurð það hver skuli vera hin eina réttaskipting. Þetta verður að vera samningur milli aðila. Þar með hefur ríkisstjórnin ekkert útilokað að reyna að liðka fyrir með einhverjum hætti. Ánast. Við höfum sagt að það verður ekki gripið inn í deiluna með lagasetningu. Ég held að það sé líka mikilvægt að hafa í huga. Það þekki ég mjög vel úr fyrrastarfi. Það var sjaldan verri staða í deilunum heldur en þegar þingið var komið inn í umræðuna úr pontu þingsals. Það hjálpaði aldrei til lausnar við samningsborðið. Frekar gerði samningsaðilum oft á tíðum erfiðara fyrir að hreyfa sig og það var það sem þurfti til. Og þarna skipti mjög miklu máli að pólitíkin gæti að sér og þá áhrifum orða sinna, en leið líka að samningsaðilar hljóta náttúrulega að horfa í eigin barm og segja hvað veldur því að á þessu samningsviði sérstaklega alltaf svona erfitt að ná samkomulagi. Það hljóta menn að þurfa að skoða beggja vegna bóts. Hvað þarf ég að breyta ykkur í aðkomu að þessum viðræðum til þess að liðka fyrir lausn. Við erum kannski meira meina sammála þetta en það sem sagt það sem ég hef verið að gagnrýna og hef nú talsverð reynslu í að passa mig að segja ekki hvað sem eru pontu Alþingis varðar kjaradeilur og við þekkjum það að það sem hefur undrað mig verulega áhuga leysi að því virðist ríkisstjórnarinnar að átta sig á því hversu alvarlegt vandamál þetta hringinn í kringu landið í byggðarlögum sem að eiga allt undir sjávarútvegi. Það enginn að kalla eftir lagasetningu á þetta. Það mjög mikilvægt að deiluaðilar leysi þetta mál sitt við samningsborðið. En ef það þannig sem ég hef heyrt að það gæti hjálpa til að ríkisvaldi sýndi því áhuga að koma að málinu með einhverjum hætti, þá finnst mér yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sérkennilegar. Rósa, hvað finnst ykkur í Vinstri grænum? Við náttúrulega teljum að við sem tökum þetta upp á Alþingi höfum fullan rétt til þess að lýsa yfir áhyggjum okkar yfir því að þessi deila núna búin að standa yfir í 2 mánuði og óleyst og eins og Sigurður Ingi að tala og þá hefur aðkoma stjórnvalda og ríkisstjórnarinnar ekki kannski verið nógu afdráttarlaus og það þá fyrst núna eftir 2 mánaða verkfall sem verið að íhuga einhvers konar aðkomu ríkisstjórnarinnar inn í þessa deilu. Þannig að ég held að það hefði farið betur á því ef að ríkið hefði sagt strax kannski og fyrr í þessari deilu að deiluaðilar þyrftu að leysa sín mál. Þessi skýrsla sem kom núna út áhrif verkfallsins sýnir það svart á hvítu að þjóðarbúið svo sannarlega að blæða fyrir þetta verkfall þó að við í Vinstri grænum stöndum alltaf með kröfum launafólks að bæta sín kjör. Og útgerðin með sínar hagnaðartölur síðustu árin, hún hlýtur nú að geta komið inn í þessa deilu og henni kannski ekkert vorkunn í því að greiða starfsfólki sínu mannsæmandi kjör með þessar arðgreiðslur sem komið hafa úr þessari grein. En við erum náttúrulega sannarlega á móti lagasetningu. Undanfarin 30 ára hafa hér verið settar 17 lagasetningar á verkföll, þar af 15 lagasetningar á verkföll, þar af 7 á deilur farmanna og fiskimanna. Þannig að það ekki í kortinu á okkar hálfu að stiga við svoleiðis. En ég held að ríkisstjórn Íslands geti alltaf með ýmsum hætti komið inn í svona deilur þegar að hafa þvílík þjóðhagsleg áhrif og stigið inn og sett deiluaðilum skýru línur að það þarf að leysa þessa deilu sem fyrst og samningar sjómanna hafa verið lausir í 6 ár og á sama tíma hefur eigið fé útgerðarinnar vaxin 285 milljarða og eigendur útgerðarfyrirtækjanna hafa verið að greiða sér tæplega 50 milljarða í beinan arð á þessum tíma. Þannig að það kannski ekki vorkunn að sjómenn fái bætt sín kjör. En svo líka það sem að hér var sagt að það önnur stétt sem þetta verkfall hefur þráðbein áhrif og það landverkafólki. Og það landverkafólk sem miklu lægri laun heldur en sjómenn og hafa liðið það fyrir þetta verkfall með beinum hætti. Það líka að og náttúrulega önnur minni fyrirtæki út allt land og svo víðar. Og þessi hópur mun ekki fá sín laun tilbaka.
Þórdís, það hafa einhverju komið úr Sjálfstæðisflokknum, einhverjir stakir þingmenn og kallaði mitt eftir aðkomu stjórnvalda inn í þessar samningaviðræður. Er þetta erfitt mál innan Sjálfstæðisflokksins? Eru skiptar skoðanir? Já, þetta eru svona mál eru þetta allt erfið og þessi deila sérstaklega erfið vegna þess að hún hefur verið varað í mjög langan tíma og það er samt þannig að þegar við tölum hérna saman við erum í megindráttum alveg sammála umsvif vandamálsins og í rauninni áhrif þess. Ég meina þessi skýrsla kemur fram og það er gott að það sé þá búið að taka saman en við öll sem störfum á þingi erum í sambandi við fólk út allt land og það eru auðvitað fólk hefur auðvitað miklar áhyggjur hvort sem það eru þá sveitafélög eða einstaka útgerðir, fiskverkafólk og svo auðvitað stóri þátturinn líka þessir þriðju aðilar, öll þessi fyrirtæki, litlu og meðalstóru fyrirtæki sem eru sum hver bara til út af þessari atvinnugrein. En mér finnst reyndar líka, mögulega hluti líka vandans sá að mér finnst umræðan svolítið hverfast þessi fáu, stóru, sterku útgerðarfyrirtæki og hvað þau geta gert og svona hagnaða tölur þar og annað. En auðvitað landið allt byggt upp að langmestu leyti litlu og meðalstóru útgerðarfyrirtækin sem það gilda ekki sömu lögmál þarna það er ekki sama svigrúm. En Þórdís, það eru stærstu útgerðarfyrirtækin sem hafa mest að segja við samningaborðið. Ég veit það, en ég er sammála og það sem ég eiginlega að segja og það er rauninni líka stór hluti vandans að öll þessi litlu og meðalstóru sem eru í til dæmis, það eru kannski nokkur í einu byggðarlagi sem maður getur ekki séð fyrir hvernig byggðarlagið bara myndi lifað af ef það væri ekki og öll fyrirtæki þar í kring og það einmitt líka vandamáli kannski hvað þau eru mörg miðað við þessu fáu stóru og kannski hvernig þessar svona samskiptaleiðir og vandamál og verkefni sem þau eru að leysa í þessari deilu hvað ber þar hæst Þess vegna hin almenna lausn, hún verður svo misjöfn. Stóru fyrirtækin geta vel ráðið við annað tekið jafnvel á sig verulegar auknar kvaðir og launagreiðslur og meðan að litlu fyrirtækin geta það ekki. Og þá er spurningin hvaða kerfi var búið til, hver bjóða til og af hverju ætlar ríkisstjórn Íslands ekki að hafa áhuga á því að koma að því. En þetta hefur verið vandamál lengi, eins og Rósa segir, þeir eru búin að vera samningslausi lengi. Af hverju í rauninni ekki búið að fara í þessar viðræður og umræður miklu fyrir og byrja bara með autt blað þegar liggur fyrir að þetta er mjög misjafnt eftir því hvernig fiskverkun er að ræða og hvernig veiðar er að ræða. Þetta er í sjálfu sér, þessi ríkisstjórn er alltaf mjög ný, það er ekkert bara við hana sakast, það hlýtur að vera ábyrgðarhluti töluvert langt aftur í tíma. Ég held til dæmis að eina ástæðan fyrir því að deilan kemur upp núna en ekki kannski fyrir 2 árum eða 4 eða eitthvað slíkt að við höfum lifað í þessari greini gegnum með mikla pólitíska óvissu sem að bæði sjómenn og útgerðarmenn hafa haft sameiginlega áhyggjur af hvaða ríkisvald á hverjum tíma ætlaði að gera. Við höfum lifað í gegnum mjög mikla breytingar á gengi og skuldastöðu fyrirtækjanna þannig að menn hafa hreinlega til þess að verja greinina kannski svona ákveðið að fara í gegnum svona langan tíma án samnings. Svo segja menn núna þurfum við að fara að klára þetta og ég held að við séum öll sammála að það sé mikilvægt að það gerist við samningsborðið. Þetta sé mikilvægt að hafa í huga þarna einmitt og kannski ein skýringin á því hversu lengi þetta hefur dregist eru þetta svo stór hluti laun að kjara sjómanna ræðist í efla hlutskiptakerfinu þannig að það dregur úr þrýstingi til samninga sérstaklega þegar vel gengur og það kannski það þarf að tala varlega stöðu greinarinnar núna því að það kannski ein ástæða þess að það hefur stífnað svona á milli að það hefur harðnað á dalnum beggja vegna þar sem út af mikilli gengistyrkingu að þá eru kjör sjómanna og tekjur útgerðarinnar líka að dragast mjög mikið saman og þar alveg þrengir mjög að þessum félögum og sérstaklega einmitt að þessum litlu og meðalstóru félögum sem við sjáum bara að ráða mjög illa við sitt rekstrarumhverfi í dag. Við skulum aðeins fara að ræða þar á hlutu, við getum örugglega verið í allan dag að ræða þetta verkfall án þess þó að leysa það. Eitt af baráttumálum Viðreisnar í kosningabaráttunni sem var jafnlaunavottunum vakti svona athygli í þessari viku og sérstaklega af því að hún svona dregur athyglina að stöðu ríkisstjórnarinnar sem eins og margir hafa haft áhyggjur af með minnsta mögulega meirihluta og það kom fram þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem að Óli Björn Kárason og hann sagðist í vikunni ekki ætla að styðja þetta mál sem að þó í ríkisstjórnarsáttmálanum. Þetta er mál sem er á þínu borði. Þorsteinn, hefur þú trú á því að þetta mál nái fram að ganga þrátt fyrir að ríkisstjórnarmeirihlutinn sé í rauninni fallinn þegar kemur að þessu mál?
Já, ég hef fulla trú á því. Ég veit að þetta mál nýtur víðtæks stuðnings inn í þingið. Þetta nýtur mjög víðtæks stuðnings til þess þegar kemur að verkalýðshreyfingunni allri sem hefur stutt eindregið við að þessi leið verði farin. Og ég veit að það mun skapast það víðtæks átt í þinginu líka. Það er auðvitað þannig að það er alveg rétt sem þú bendir á. Við erum með minnsta mögulega meiri hluta sem auðvitað krefst þess af okkur, annars vegar að stjórnin standi þétt saman og ég myndi nú hvetja viðkomandi þingmann til þess að hinkra hann alltaf eftir því að frumvarpið komi fram áður en hann lýsir afstöðu sinni til þess. Þetta er ekki kínverskur matseðill sem stjórnarsáttmálinn er. Þetta er stjórnarfrumvarp, kemur fram sem slíkt og er skýrt á það kveðið í stjórnarsáttmála. En þetta er hins vegar, það sem kannski skiptir mestu máli er efnimáls í þessu. Við erum búin að glíma hér við kynbundin launamun áratugum saman. Frá og alda, ef það er farið á vinnumarkaði. Við höfum verið með löggjöf sem að gerir þetta óheimilt í rúma 5 áratugi og við erum ennþá með þennan svokallaða óútskýrða launamun sem að liggur á bilinu 5–10%. Það hefur komið ýmis umræða sem sprettur alltaf upp þegar þessi umræða fer í gangum að þetta sé einhverjar tölfræðiskekkjur, það sé ekkert að marka þetta en hér hafa samt verið unnar ótal rannsóknir á þessu. Það eru allar með niðurstöðuna í sömu átt að hallar verulega á konur í þessu efni. En það sem er auðvitað enn meira áhyggjuefni er aðstöðumunur kynjanna inn á vinnumarkað og við sjáum að hann endurspeglast náttúrulega í því að konur eru í heildarlaunum 15–20% lægri í því minnsta og það sem verðist líka gerast er að það gliðnar í sundur með kynjanum eftir því sem að líður á starfsferil þeirra. Þannig að þetta er eitthvað sem við verðum að horfa í miklu ákveðnar heldur en við höfum verið að gera. Hvernig tökum við á þessu? Hvernig tryggjum við jafnan rétt kynjanna á vinnumarkaði? Og í mínum huga er jafnlaunavottunin fyrst og fremst tæki til þess að varpa ábyrgðinni yfir á stjórnendur í fyrirtækjum og stofnunum og segja að þetta er ykkar ábyrgð. Það er ólöglegt að mismuna á grundvelli kynferðis. Reyndar mun jafnlaunavottun virka líka fyrir okkur gagnvart uppruna ýmsum öðrum þáttum. Þú verður að vera með málefnalega mismunun í raun og veru þar sem þú mátt alveg borga mismunun eftir frammistöðu, reynslu, allt þetta en það þarf bara að vera gagnsætt og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt skref í áttina annars vegar að reyna að útrýma þá þessum óútskýrða mun en ekki síður að halda áfram að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og þar þurfum við að horfa á heildarmunin sem er áhyggjuefni. Rósa, þetta er svona mál sem að maður myndi ætla að Vinstri grænir myndi taka jákvætt í. Ekki styðja ríkisstjórnina í þessu? Við tökum jákvætt í allt sem að heitir einhverjar svona aðgerðir til þess að minnka launamun kynjanna. Þetta er svo Þorsteinn bent á að þá er óútskýrður launamunur kynjanna 7,6% eða 7,9%. En svo sem ekki samstæðum það innan ríkisstjórnarinnar að hann sé til staðar yfir höfuð. En sko jafnlaunavottun Viðreisnar er nú ekki nýja nálinni. Ég minna það var komið á fót jafnlaunastaðli innan velferðarráðuneytisins árið 2011 og þá var það eftir mikla vinnu við Vinnumálastofnun og verkalýðsfélögin. En ég líka vil svona aðeins vara við því að við horfum á jafnlaunavottunna sem einhvers konar patentlaust til þess að leysa málin. Og við þurfum að horfa á þetta í heildarhagsmuni og hafa heildarsýn yfir þetta og það er eins og komst inn á að það er að jafna aðstöðumunin og starfsvalið og við þurfum að byrja jafnvel fyrr í því í skólakerfinu að beina það kynjunum á jafnar brautir í vinnuvali sínu og við þurfum að fjölga konum í stjórnunarstöðum og svo þurfum við að hafa líka jafnréttislög í landinu sem að virka og jafnréttisstofu sem fær fleiri og meiri fjármuni á fjárlögum til þess að virka sem skyldi. Þannig að þetta er ekki bara eitt tæki sem á að leysa allt, heldur þurfum við að taka þessi mál í heild sinni. Og við getum ekkert að bíða neitt mikið lengur. Það er rauninni bara hallærislegt að gera svoleiðis hluti. Þórdís, þetta er samfélagsmaður þinn, Óli Björn, sem hyggst ekki, eða lýsti því hann hyggst ekki styðja þetta mál. Er þetta svona það sem að koma skal frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins? Ætla þeir að taka einstök mál ríkisstjórnarinnar í gíslingu? Nei, ég hugsa svona ekki. Ég hef svo sem ekki rætt þetta mál eða hans sýn á það, hans Óla Björns, en ég ímynda mér nú líka að hann kannski það er auðvitað eins og Þorsteinn segir, þetta mál mun fá þinglega meðferð og mun öllu líkindum fara í gegn og ég er ekki að segja að þegar svo er að þá megi stjórnarþingmenn hafa þeir eitthvað frekar leyfi til þess að mæla gegn málum sko.
En það er auðvitað alveg rétt, þetta í stjórnarsáttmálanum og þar með þetta bara búið að kvitta upp á hann og þá kemur þetta inn í þingi. Það sem að ég verð alltaf jafn svona í rauninni leið yfir að við skulum, þegar ég var í háskóla, fyrir rauninni ekkert svo mörgum árum síðan, af því það eru frægt að ég ung, að þá hélt ég að þetta þyrfti ekki. Háskólar eru svona svolítið venda umhverju hvað þetta varðar og þá var ég bara á móti öllum svona hlutum að ég hugsaði bara að þetta er löngu liðið. Það var árið 2007, nú er 2017 og mér finnst bara ótrúlega þreytt að ég sé komin hérna í umræðu þátt til þess að ræða ykkur svona íþyngjandi löggjöf til þess að konur og kallar hafi sömu laun. Þetta er náttúrulega bara óþolandi sko. Ég einhvern veginn og þess vegna líka leið og... Þú meina að þetta sé íþyngjandi löggjöf jafnlaunavottunin? Já, ég meina hún er náttúrulega, þetta kallar á skýrslu vinnu og alls konar svona pappíra og eftirlit hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum SS25 og fleiri. Í rauninni það þurfa að fara fram ykkur frumvarpsvinna inn í ráðuneyti og þetta þurfa að koma svona fyrir þingið og eitthvað. Ég hélt ég veit ekki hvað að segja. Ég hélt bara að þetta þyrfti ekki, en þetta þarf og þá er þetta einn leið til þess og þetta er tól sem við fáum inn í þingi og skoðum. En ég hefði viljað að þetta bara, við værum viðhorf samfélagsins og allra væri bara orðið komið lengra. Sigurður Ingi, ætlið þið að styðja ríkisstjórnina í þeim málum sem þið teljið þess verðug? Auðvitað munum við almennt styðja góð mál, hvaðan sem þið koma, hvort þú koma frá ríkisstjórn eða öðrum. Þetta mál er auðvitað mjög áhugavert, svona ef þú fyrir að skoða þetta pólitíska litróf og samstarf innan ríkisstjórnar, það er svona margt sem bendir til þess að þetta sé svona stærsta máli sem Viðreisn fékk í gegn í stjórnarsáttmálanum og á sínum svona því sem þeir lögðu fram í sínu kosningabaráttu. Og svo þegar fyrir að tala að það sé að fara að koma, þá strax komin einhver óró í stjórnarliðana. Við, Framsóknarmenn, við lögðum fram í okkar kosningabaráttu hugmyndir jafnlaunavott kerfi. Við vildum gera það í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Við munum auðvitað skoða þetta frumvarp. Það er líka áhugavert að þessi ríkisstjórn hefur kennt sig við frjálslyndi og hérna kemur einn ráðherra og segir þetta vera íþyngjandi reglur og í þessari frjálslyndis ríkisstjórn. Þannig að svona pólitískt getur þetta orðið svona skemmtilegt bitbein en verkefnið að jafna laun karla og kvenna og annarra á markaði, það er eitthvað sem að við í Framsóknarflokknum munum að sjálfsögðu líta jákvæðum augum á. Við vildum horfa á jafnréttismálin aðeins víðar í kosningabaráttunni, taka þau inn í skólakerfið og við veltum því líka fyrir okkur að ein leið til þess að fara inn í skattkerfisbreytingar fyrir þá sem að greiða hér skatta svona á meðaltekjur og svolítið líkt, að það þyrfti meðal annars að fara í einstaklingsframtöl. Það myndi jafna mun karla og kvenna. Konur og karlar á Íslandi vinna reyndar mjög mikið, það er mjög há prósenta, en það er samt munur þar á og þetta myndi til að mynda jafna þann mun. Þannig að við myndum kannski horfa á það að koma með tillögur til enn frekari breytingar á því að tryggja hér jafnrétti til launa. En málið verður auðvitað svolítið skemmtilegt pólitískt fyrir okkur að kljást við í þinginu og horfa á stjórnina. En svo verður líka áhugavert að sjá hvort að því þú ert að minnast á hér einn þingmann Sjálfstæðisflokksins, að ég myndi líka velta því fyrir mig hvort að það var ekki áhugavert að sjá líka afstöðu eins ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem er dómsmálaráðherra, sem hefur bæði lýst yfir sem þingmaður að hún hefur ekki stutt stofnun Jafnréttissjóðs, hún hefur dregið fæðingarorlofið í efa að það þjóni markmiði sínu, hún hefur talað gegn því að til sé launamuni kynjanna og núna í vikunni þegar hún lagði fram frumvarp nýtt millidómstig að þá sagði hún orðrétt að það væri ekki til velfarnaðar fallið almennt að hugsa skipan í jafn mikilvæg embætti og dómarastörf að litið sér sérstaklega til kynjasjónarmiða. Þannig að þarna í ríkisstjórn Íslands ráðherra sem hefur með öll dómsmálin á hendi sér og trúir ekki á kynjasjónarmiðin og trúir ekki á kynjakvóta þó að hún sé í því ráðuneyti einmitt út af kynjakvótum. Ég held að grípum þessu umræðan varðandi bara jafnréttisumræðuna almennt. Við tekum undir með Sigurði Inga líka það sem Rósa sagði, jafnlaunavottun er ekki einhver patentlaust leysir vandann. Við erum að vera að horfa á marghliða aðgerðir sem við erum að vinna að heildstæðar áætlun og hvernig við aukum jafnrétti í samfélaginu almennt og sér í lagi á vinnumarkaði. Þetta er eitt skref. En það eru fjölmargir aðrir þættir sem við þurfum að horfa til, eins og fæðingarorlofið. Það má vel hugsa hvernig við erum að standa menntamálum inn í skólakerfinu.
Þetta allt eftirlitið hjá Jafnréttisstofu, hvernig getum við alltaf, þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli fyrir okkur sem samfélag að kynin búi við jafnan rétt fyrir öll. Já, örstutt. Sko, það sem ég á við auðvitað með þetta íþyngjandi það væri minna íþyngjandi ef það þyrfti ekki lagasetningu heldur en að það þurfi. Það er það sem er íþyngjandi í því. En svo er líka áhugavert að Rósa nefnir að hún sé ráðherra út af kynjasjónarmiðum en ekki hún sé bara ráðherra því að það er alveg ljóst að hún er ráðherra út af einmitt kynjasjónarmiðum. Eða þingflokkurinn haldið hún væri hæfust til að vera dómsmálaráðherra. Já, við komumst ekki lengra með þetta. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við verðum hérna með Birgi Jakobsson landlækni eftir stutt auglýsingahlé. Komið sæl. Hann er sestur hjá mér Birgir Jakobsson landlæknir. Við ætlum að ræða það er svona mál sem að kjósendur flestir lögðu mesta áherslu á í kosningabaráttunni sem að lauk núna í haust. Það voru heilbrigðismálin og ríkisstjórnin segist ætla að setja þetta mál í forgang. Velkomin Birgir. Takk fyrir. Forsætisráðherra orðaði það þannig í stefnuræðu sinni núna á dögunum að niðurskurður eftir hrun hafi kallað fram hughrif hjá stórum hluta þjóðarinnar að samfélagssáttmáli tryggt aðgengi að heilbrigðisþjónustu hafi brostið. Ertu sammála þessu? Er þjóðin ekki að fá í rauninni þá heilbrigðisþjónustu sem hún á rétt á og telur sig að rétt á? Já, ég er sammála því að það er víða brotnir hlekkir í heilbrigðisþjónustunni. Þó að ég vilji segja það líka skýrt að það er margt gott sem er gert í heilbrigðisþjónustunni og hún er raunverulega að heilbrigðiskerfinu það er raunverulega að ná ágætis árangri á mörgum sviðum en frá mínum bæjardyrum sé þar sem ég nú sit á embætti landlæknis og sé hvernig sjúklingar eru að reyna að komast áfram í þessu kerfi að það er ekki mjög auðvelt. Þannig að það er mikil hætta á því að sjúklingar lendi á röngum stað frá upphafi. Það er svona flesta sögurnar og oft hryllingssögur koma af Landspítalanum og það hefur verið í rauninni lengi, mikið í aðdraganda þess að læknar fóru í verkfall og voru í verkfalli nokkuð lengi. Það eru sögur slæman aðbúnað, oft meðferðir og þessar sögur heyrast enn, þrátt fyrir að aukafjármagn hafi verið sett í viðgerðir, fráflæði vanda. Hvað erum við að tala um? Erum við að tala um bara raunverulegt ástand á Landspítalanum að þetta sé bara óboðlegar aðstæður fyrir bæði starfsfólk og sjúklinga? Já, nú við verðum að muna það að við erum akkurat núna í janúar og febrúar á þeim tíma þar sem að mest er að gera yfirleitt í heilbrigðiskerfinu. Það eru sýkingar og influensur og annað slíkt sem að valda álagi á heilbrigðiskerfinu og ég þekki ekki heilbrigðiskerfi sem getur tekið við öllum álagstoppum alltaf hreint. Hins vegar sýnist mér að álagstoppurinn á Landspítalanum sé nokkuð langdreginn og að þetta ástand sé tiltölulega viðvarandi og hafi verið það nokkra hríð og það er auðvitað ekki nógu gott. Hvert er raunverulega vandamálið það? Ég held að vandamálið sé mjög margþætt og það er ekki bara skortur á fjármunum en Landspítalinn hefur sjálfur talað að það liggi þar mikið af fólki sem væri betur komið einhvers staðar annars staðar, sérstaklega eldri sjúklingar. Og það er rétt en ef við lítum tilbaka á þá skýrslu sem var gerð á McKinsey síðastliðið ára þá er það lítill hluti af vandamálinu þannig að mikill hluti af vandamálinu fjallar raunverulega mjög hægt flæði á Landspítalanum yfirleitt. Það er tiltölulega langur legutími og ég held að það sé verulegur hluti af vandamálinu líka. Og hvernig tökustu á við þetta hæga flæði? Er rauninni verið að taka bara, er stjórnun spítalans ekki nógu góð? Já, ég held að þeir séu sjálfsagt að gera sitt besta en ég held að og það kom líka fram í skýrslu McKinsey að raunverulega þessi ákvörðunar hæfni á spítalanum, hún er kannski ekki nógu mikil og ég vil segja að... Hvað meinar með því? Já, ég meina það að þeir sem taka ákvarðanir innritun og útskrift sjúklinga eru yfirleitt læknar og yfirleitt sérfræðingar og það er á hreinu að mönnun spítalans, hvað var það sérfræðinga, er miklu lægri heldur en á sambærilegum spítulum erlendis. Og sérstaklega er það áberandi að mjög margir sérfræðingar er að vinna hlutavinn á Landspítalanum allt upp í 50-60%.
Þannig að nærvera sérfræðinga ekki nægilega mikil. Sjúkraþjónustan og á spítölum þannig í dag að það þarf að taka ákvarðanir alveg stöðugt allan daginn og raunverulega allan sólarhringinn, alla vikuna, líka á sunnudögum og laugardögum. Og ég hef þá tilfinninguna að það sé kannski þannig að stundum býður maður með ákvörðun þangað til daginn eftir eða eitthvað slíkt. Og þetta eru sérfræðingar sem eru þá væntanlega með sínar eigin stofur eða einkarekstur eitthvað stór út í bæ þar sem þeir eyða þá allt upp undir helmingi tíma sínum. Er eitthvað við þess að gera? Já, og ég held að sé náttúrulega það auðvitað mikið eins og þetta í dag. Þá má segja það að Sjúkratryggingar Íslands eða opinbera kerfið raunverulega með samningi sínum við Læknafélag Reykjavíkur raunverulega samkeppni við Landspítalann lækna. Þannig að læknar eru laðaðir af ýmsum ástæðum út í einkarekstur á stofu og ég ekki að segja að það sé eingöngu vegna tekjumöguleika heldur líka kannski vegna þess að þeir fá meiri frjálsræði, meiri betra vinnuumhverfi og annað slíkt og minnkað vaktaálag á Landspítalanum og annað slíkt. Þannig að það koma margir þættir inn í þetta og þetta auðvitað hlutir sem verður að breyta. En sko, þetta er sko stærsti hlutin af þeim auknu fjármunum sem hafa farið inn í spítalann hafa farið í launahækkanir. Já. Þannig að það er ekkit endilega fyrir séð að það muni vera hægt að hækka það eitthvað meira. Þannig að í rauninni ertu að segja þá að það er bara hægt að laga þá álagið og vinnuaðstöðurnar til þess að fá það til þess að vera meira inn á spítalanum. Já, við heyrðum nú hérna rétt áðan að hafa verið að tala um launastefnu og annað slíkt og ég heyrði að einn ráðherra sagði að það á ábyrgð þeirra sem atvinnurekenda, það er að segja stjórn spítalans. Þeir bera ábyrgð á því að skapa vinnuumhverfi fyrir sitt starfsfólk sem aðlaðandi. Það líka launamál og svo framvegis. Þannig að það er bara laun og vinnuumhverfi sem þarf að vera aðlaðandi til þess að fólk vilji vinna á einhverjum stað. Þú getur ekki þvingað fólk til þess að vinna á ákveðnum stöðum. Við erum í samkeppni með þess að við nágrannalöndin vinnuafl. Það er sífellt auðveldar að ferðast á milli landa og það er nánast þannig að þú getur búið hér og unnið erlendis og það eru fleiri læknar meðal annars sem gera það. En ég meina, hvað leggur þið til? Viltu banna læknunum sem eru á spítalanum, sérfræðingur sem eru á spítalanum að vera í eigin rekstri samhliða? Ég held að, sko, yfirleitt eru bönn ekki af hinu góða en það verður að setja reglur hlutina og ef við lítum til nágrannalandana, bæði Noregs og Svíþjóð, ég átti nýlega þess kost að ræða við fólk frá Tromsø í Norður-Noregi og þar þannig að spítalinn segir þar, Háskólasjúkrahúsið í Tromsø, okkar læknar vinna ekki aðra vinnu heldur en á spítalinn. Meiri sig á frítíma þeirra hafa þeir bannað þeim að vinna aðra vinnu. Þannig að það eru lönd sem að taka þessa stefnu. Svíar hafa mjög harðar reglur aukastörf. Það er leyfilegt að hafa aukastörf, já, en það er ákveðin gerð af aukastörfum sem ekki leyfilegt. En sko, fer þetta ekki svolítið illa saman? Það heyrist oft sérstaklega í kjarabaráttu bara heilbrigðisstarfsmanna yfir höfuð og náttúrulega sérstaklega lækna að þetta sem þú varst að segja, við erum í alþjóðlegu umhverfi, það er erfitt að keppa og við erum að keppa við í rauninni nágrannalöndunum sama vinnuaflið. Fer það saman að setja þeim þá takmörkum það hvað þeir mega að gera samhliða vinnu sinni hér á sama tíma og þú ert að reyna að fá fólk til landsins í þessi störf? Já, ég hef farið út til Norðurlanda til þess að ræða við sérfræðinga, íslenska sérfræðinga sem eru bæði námi og hafa lokið námi erlendis og heyrt hvernig viljið þið að málun sé haldið til þess að þið komið til Íslands. Það var verulegt mál hér fyrir 1-2 árum að hækka launlækna því að þau voru og heilbrigðisstarfsfólks og þau voru ekki sambærileg við það sem gerist á Norðurlöndunum. Það hefur verið gert. Þannig að nú held ég að launasamkeppnin þar liggjum við raunverulega mjög vel til. En hins vegar var það mjög skýrt að þeir vilja að hafa þannig umhverfi á Háskólasjúkrahúsinu þannig að þeir geti sinnt sínum störfum með sínum sjúklingum á því sérsviði sem þeir vinna. Þeir geti sinnt vísindastarfi og þeir geti sinnt kennslu. Það er það sem þeir eru að gera erlendis og þeir vilja gera það hér. Þetta er raunverulega ekki mögulegt ennþá eins og ástandið í dag. En telurðu að við séum á rangri leið? Það hefur náttúrulega alltaf meira og meira verið sett í einkarekstur af heilbrigðiskerfinu. Núna náttúrulega hefur farið hátt þessi mögulegi samningur við klíníkina sem hefur verið varðandi aðrar aðgerðir hingað til. Erum við á rangri leið? Erum við að fara of mikið út í einkarekstur?
Nei, ég held að við verðum að gera okkur grein fyrir því að það hefur verið einkarekstur á Íslandi langa hríð, í áratugi. Hann hefur, það alveg rétt að hann hefur aukist, ekki vegna þess að við höfum ætlað okkur að auka einkarekstur, heldur bara vegna þess að þessi samningur, hann býður upp á það að læknar fari stöðugt út í einkarekstur og hann hefur aukist ár frá ári. Þannig að við erum með einkarekstur og þó að klínikinn gerir einhverjar aðgerð hingað og þangað, það er umverulega sára lítið í þessu stóra máli einkarekstur. Ég hef ekkert á móti einkarekstri, bara hann keppi á sömu forsendum eins og opinber rekstur. Það gerir hann ekki á Íslandi. Og hvað vantar í rauninni til þess að þetta umhverfi í rauninni verði heilbrigðara? Já, það þarf fyrst og fremst að hafa sambærilegt greiðslukerfi fyrir bæði opinberan rekstur og einkarekstur og gera sömu kröfur gæði og afköst og annað slíkt á báðum þessum stöðum. Í dag þannig opinberi reksturinn undir mjög lamandi fjármögnun, altså fjárlögum frá Alþingi Íslendinga, meðan að hinir vinna fá greitt fyrir hvert viðvik og það augljóst mál að hið síðara nefnda mjög hvetjandi kerfi meðan fyrra mjög letjandi. Það sparar peninga með því að gera ekki neitt. Og þetta kerfi sem verið að innleiða í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ekki rétt? Það akkúrat það sem verið að gera og það mjög áhugavert að fylgjast með því sem hefur verið að gerast í heilsugæslunni hér á höfuðborgarsvæðinu. Þar hefur aðgengið verið að aukast og allt í einu eru heilsugæslu stöðvarnar farnar að átta sig á því, við verðum að gera þetta og þetta til þess að halda okkar sjúklingum. Og það þannig að þá hefur greiðslukerfi gífurlega mikið að segja, en þar eru líka kröfur gæði og aðgengi og annað slíkt. En þetta er eitt af því sem að síðasta ríkisstjórn lagði mikla áherslu á og í rauninni bara svona þverpólitísk samstaða að þurfi að laga. Það að heilsugæslan verði þessi fyrsti viðkomustaður innan heilbrigðiskerfisins og nú hefur það verið þannig í lengri tíma að fólk í rauninni notar, eða allt og margir nota heilsugæsluna bara alls ekki. Þeir fara frekar á bráðamóttökuna eða læknavaktina eða einhvers staðar sem þeir vita þeir þurfa kannski ekki að bíða vikum eða jafnvel mánuðum saman með að fá tíma. Er líklegt að í rauninni breyta neysluhegðun fólks eftir svona langan tíma? Er það ekki meira háttar átak og getur tekið langan tíma? Jú, það alveg rétt að þetta svona ákveðin breyting á menningu og hegðun og það tekur tíma og til þess þarf að nota ákveðin stýrikerfi kannski til þess að koma því til leiðar, þannig að það sé ekki að fólk það sé þannig að við ætlum að framfylgja lögum, heilbrigðislögum það að fyrsti viðkomustaður inn í heilbrigðiskerfið heilsugæslan. Til þess þarf að gera heilsugæsluna þannig úr garði að hún geti tekið við þessu hlutverki og í dag hún það ekki. Það eru þó tilhneiging til þess að breikka starfsstéttir innan heilsugæslunar þannig að það séu aðrar stéttir heldur en bara læknar og hjúkrunarfræðingar. Það liggur fyrir að það vantar ekki bara lækna hérna, það vantar hjúkrunarfræðinga og við virðist vera að mennta töluverðan fjölda hjúkrunarfræðinga en þeir sækja einhverju hluta vegna í önnur störf. Það snýst að líka bæði laun og svo líka mitt aðbúnað og álag og slíkt. Hvað í þess að gera? Þetta stétt sem að eldast, stefnir í óefni, það kemur að hjúkrunarfræðingum og í rauninni bara öðrum stéttum en læknum innan heilbrigðiskerfisins. Já, það náttúrulega, ef við lítum á tölurnar, þá höfum við raunverulega ekki færri lækna, hvorki sérfræðilækna eða heimilislækna miðað við Norðurlöndin, miðað við fjölda íbúa í landinu og það gildir líka menntaða hjúkrunarfræðinga en það eins og þú segir, sérstaklega varðar hjúkrunarfræðingarna þeir fari í önnur störf og þar náttúrulega launamál sennilega og umhverfi yfirleitt skiptir það verulegu máli. Það engin vafi á því að vinna í heilbrigðiskerfi sem á að vera starfrækt allan sólarhringinn, allt árið kring. Það þýðir það að þú ert að vinna helgar, þú ert að vinna á stórhátíðum og svo framvegis og framvegis. Og þegar þú hefur völ á öðrum störfum sem eru kannski betur borgum. En ekki líklegt að þetta sem að lýsa áðan með læknana, að þeir séu mikið til ekki á staðnum, að það bitni einhverju leyti á hjúkrunarfræðingur sem eru mjög mikið, hjúkrunarfræðingar og náttúrulega sjúkraliðar mikið þarna á staðnum og hljóta þá þurfa í rauninni
halda þessu gangandi á meðan? Ég er alveg sammála því og það er hlutur sem að ég hef séð bara sjálfur þegar ég starfa sem læknir að ef að reyndir læknar vinna með þessu starfsfólki eins og þeir eiga að gera, hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki, þá skapast ákveðið öryggi á staðnum, þannig að öllum líður betur. Okkar spyrja aðeins bara svona persónlega, þú starfaði lengi í Svíþjóð eins og þekktir og Íslendingar líta náttúrulega mikið til Skandinavíu, það kemur að bara velferðarkerfinu og þar á meðal heilbrigðiskerfi. Erum við mikið aftar á merinni en Skandinavía? Já, í þessum málum erum við verulega aftarlega á merinni og ég stundum að spá í það, við höfum ekki tekið þátt í norrænu samstarfi yfirleitt. Ég veit að það er norrænt samstarf, en við höfum ekki fylgst með því sem hefur verið að gera í heilbrigðiskerfum í nágrannarlöndunum. Hvað eru þeir að gera betur? Já, þeir byrjuðu þegar 1990 að sérstaklega Svíar sem byrjuðu fyrst að því að fara yfir hvernig ætlum við að greiða fyrir þessi kerfi, hvernig ætlum við að skapa einhverja samkeppni hérna í þessu kerfi, ætlum við að leyfa ákveðin hluta af einkarekstri og svo framvegis. Þeir fóru varlega í sakirnir og hafa verið að prófa sig áfram með síðastliðin 25 ár, síðan komu hinn Norðurlöndin líka. Íslendingar hafa ekki gert neitt. Nei. Erum við eitthvað stað betri? Stöndum við okkur eitthvað stað betur en Skandinavíu? Já, auðvitað erum við á mörgu leyti betri á mörgum sviðum, sérstaklega í fótbolta kannski eða einhverju, en auðvitað, nú er ég bara að gera ganni mínu nánast, en ég hef litið á það sem mitt hlutverk, frekar að vera svona svolítið krítískur á það sem við getum gert betur og benda á það til þess að bæta heilbrigðiskerfið og það er mér mjög mikill akkur að bæta kerfið þannig að það sé betra fyrir þá sem eiga njóta þjónustunar, altså sjúklingarna. Eitt svona í lokin, það liggur fyrir heilbrigðisþjónusta almennt sem málaflokkur er að verða dýrari og dýrari. Þjóðin er að eldast og bara þjóðir heims er að eldast, við lifum lengur. Og þetta mun alltaf verða kostnaðarsamara fyrir ríkið. Allt sem þú hefur sagt hérna í þessu viðtali bendir til þess að það sé mikill skortur á stefnumörkun í heilbrigðisþjónustu. Erum við með nægilega skýra áætlun hvernig við ætlum að mæta þessu stóra verkefni sem framundan er? Nei, að mínum mati höfum við ekki verið það. Hins vegar veit ég það að það hefur verið starf í ráðuneytinu síðastliðin 2 ár til þess að marka ákveðna heilbrigðisstefnu og hún komst aldrei úr raunverulega ráðuneytinu fyrir þingið eins og hann átti að gera vegna kosninga og svo framvegis. Það er margt í því skjali sem er mjög áhugavert og ef það verður gert að einhverju leyti þá munum við komast á rétta braut að mínum mati. Þannig að við erum með ákveðna hluti í gangi en gengur ansi hægt. Mér langaði bara að nefna það, ég hafði áhuga á því að ræða svona aðeins við þig þetta plastbarkamál en þú náttúrulega komið því á framfæri að þú tellir ekki tímabært að gera það fyrir en að rannsóknum bæði hér og erlendis líkur endanlega. Það hefur ekkert breyst það? Nei, það eru komnar 2 mjög umfangsmiklar skýrslur í Svíþjóð málið og svo er hérna rannsókn í gangi íslenskir rannsókn sem lítur á þetta frá íslenskum aðstæðum. Þær aðstæður hef ég raunverulega ekki verið sérstaklega innblandaður í þannig að ég get raunverulega ekki kommentera það. Það er annars vegar hvað varðar sjúklingin og hins vegar varðandi vísindastarfsemina. Ég held að við verðum bara að bíða og sjá hver niðurstaðan verður. Já, fáum að ræða það við þig þegar það er tímabært. Birgir Jakobsson, takk kærlega fyrir komuna. Við verðum hérna aftur eftir örskama stund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Sest hjá mér Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Við ætlum að fara aðeins yfir verkfall sjómanna sem nú hefur staðið yfir í 2 mánuði. Þorgerður, velkomin. Takk. Þetta er nú ekki svona rólegir hveitibrauðsdagar sem þú færð í ráðuneytinu. Þetta hefur verið
Svona kannski einkennt þínar fyrstu vikur, þetta verkfall sem staðið yfir lengi. Já, ég svo sem ekki að biðja einhverja hveitibrauðsdaga. Þetta náttúrulega risaverkefni sem þarf að leysa og þetta náttúrulega tímabundi verkefni. Vonandi að það leysist líka sem fyrst. Það eru önnur stór verkefni og brýn líka sem að bíða í ráðuneytinu. En eftir stendur að þetta mjög erfið deila og skýrslan sem að ég kynnti núna strax eftir klukkutíma eftir ég fékk hann í hendurnar að þá ákveði að setja ekki á henni, heldur setja hennar strax í loftið til þess að draga einmitt fram þau miklu áhrif sem að þjóðfélagslegu áhrif sem að verkfallið hefur. Sum eru afturkræf, önnur ekki og það náttúrulega alvarlegt að sjá hvaða áhrif verkfallið hefur á hinar dreifðu byggðir, sérstaklega í landinu, byggðir vítt og breitt um landið, hvort sem það Snæfellsnesið, Norðurland og Austurland, að þá kemur það mjög illa niður á þessum sveitarfélögum. Já. Þið í ríkisstjórninni hafi talað tiltölulega skýrt það hinga til að ekki komið til greina að stíga inn í þetta á þessum tímapunkti og Þorsteinn Víglundsson og Þórdís Kolbrún, ráðherra í ríkisstjórn með þér, voru svona nokkuð skýr það líka hérna áðan. Hvað í rauninni getur það vara lengi? Hvað sérðu fyrir þér? Þessi skýrsla náttúrulega nokkuð svört eins og allir byggust við. Þetta dýrt, þetta þjóðfélaginu mjög dýrt, þetta grunn atvinnuvegur okkar. Hvenær verðið þið að segja, já, við getum ekki haldið okkur til? Já, ég held að það náttúrulega svolítið skrítið stundum að heyra stjórnmálamenn, sérstaklega þá sem hafa verið í ríkisstjórn að kalla eftir alls konar viðbrögðum þegar menn vita það að ráðherra stöðugt í sambandi við deiluaðila og ég held að sé ekki heppilegt að þau samtöl séu beint sett í fjölmiðla. Það alveg skýrt af hálfu til að mynda sjómanna að þeir vilja ekki neina lög á verkfallið, að menn leysi það þannig eins og hefur verið gert á 7 sinnum af 15 sem að ríkið hefur gripið inn í og ég held að sé mjög óheppilegt að ef við ætlum að setja lög núna á verkfallið til þess að stoppa það, að þá erum við ekki að leysa neinn verkefni til lengri tíma, heldur kannski einfaldlega bara pissa í skóinn okkar. Þannig að ég tel núna mjög mikilvægt að deiluaðilar, annars vegar sjómenn, stétt sem við berum alveg ótrúlega mikla virðingu fyrir, menn sem eru grjóthörðu starfi, eru að vinna fjarri fjölskyldum sínum og við bara Íslendingar elskum, dýrkum og dáum, annars vegar sú stétt og síðan erum við með útgerðarmenn. Það má margt það segja, en þeir hafa byggt upp framúrskarandi sjávarútveg sem svona fyrirmynd annarra þjóða og ég hvet þessa deiluaðila núna bara að fara inn í vikuna meðal annars með skýrslunni í huga en líka það sem stendur ekki þar. Og það eru félagslegu áhrifin. Félagslegu áhrifin á einmitt fjölskyldur fiskverkafólks, fjölskyldur þeirra sem hafa byggt til dæmis upp framleiðslu, lítil sölufyrirtæki, búnir að missa markað erlendis. Það eru þessi félagslegu áhrif sem ekki síður alvarleg og þung og þess vegna hvet ég þessa ágætu deiluaðila til þess að hafa þetta hugfast núna þegar ný vika byrjar. En einhver aðkoma ríkisstjórnarinnar í svona skattalegu tilliti, það hefur verið náttúrulega rætt um sjómannaafsláttinn, það hefur rætt hvort það eigi að innleiða eitthvað dagpenningakerfi. Hver þín afstaða hvað það var? Já, mín afstaða svo að nú erum við í einstöku tækifæri til þess að gera skattkerfið einfaldara. Við erum öll að tala að fara eftir tillögum meðal annars samráðsvettvang aukna hagsæld. Við eigum að einfalda skattkerfið, ekki flækja það, ekki réttlæta sértækar aðgerðir inn í þetta verkfall sem að hafa einhverja fyrirmynd sem ekkert sérstaklega góð. Þannig að ég tel miklu frekar að við til lengri tíma litið eigum að búa til almennt kerfi dagpeninga, fæðispeninga, en ekki að reyna að leysa deiluna með þeim hætti sem við erum að krefjast. Og það verið að krefjast beint að ríkið koma að því að styrkja sjávarútveginn. Og ég held að það sé pínlítið öfugsnúið, Fanny Birna, þegar krafan meðal annars fyrir kosninga var svo að útgerðarmenn greiði sanngjarnt, aukið afgjald fyrir það að nýta okkar sameiginlegu auðlind og nú síðan krafan það að ríkið að koma að styrkja sjávarútveginn. Ég bara ekki sammála þessari nálgun. En það ósanngjarnt af meðal annars framkvæmdastjóra SFS, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, hún talar það að þetta sé ósanngjarnt og Sigur Ingi talaði það hérna áðan að til dæmis flugliðar, flugmenn og þeir fá dagpeninga, af hverju eiga sjómenn ekki að fá dagpeninga? Já, þetta mjög skiljanleg nálgun af því það mjög sérstakt dæmi og eins og ég gat áðan, ég held að það sé ekki heppilegt dæmi. Þetta dæmi sem tilkomið 1986 að mig minnir, þegar eitt fyrirtæki sem var með miklu stuðningi ríkisins var í erfiðleikum. Þetta var hluta því að reyna að leysa fjárhagslega erfiðleika. Ég horfi ekki á útgerðina í dag í miklum erfiðleikum, fjárhagslegum erfiðleikum. Þannig að ég hvet menn til þess að reyna að hverfa frá þeirri hugsun að ríki komi með sértækum hætti inn í útgerðina með því að ríkistyrkja og við mögum heldur ekki gleyma því
að við Íslendingar erum á erlendri grundri sérstaklega, við erum að berjast fyrir því að sjávarútvegur allan heim á grunni sjálfbærniviðmiða Sameinuðu þjóðanna, á grunni Alþjóðaviðskiptastofnunar, síðar á árinu verði ég á fundi með öðrum fiskveiðiþjóðum. Þannig að megin krafa okkar, ein stærsta krafa okkar Íslendinga er að aðra þjóðir hætti að ríkisstyrkja sjávarútveginn. Það er mikið prinsippmál og mér þætti vont í tengslu við kjaradeilu og við færum frá þessari stefnu sem hefur styrkt okkar ímynd Íslendinga á erlendri grundu. En ég segi líka og ég spyr, ok, við skulum horfa á það, ef að menn vilja að ríkisvaldið, stjórnvöld komi að því að með einhverjum hætti að leysa deiluna, þá vil ég gera það í gegnum almenna reglur, almenna nálgun. Og núna erum við með þessa skýrslu sem að sýni það að meðal annars að hérna dreifðu byggðir landsins, þær eru að verða fyrir miklu tjóni, tilteknir bæir. Þá vil ég miklu frekar nálgast að þannig að það fjármagn sem er verið að krefjast af hálfu ríkisins fari það að styrkja almennt frekar hérna dreifðu byggðir landsins heldur en að niðurgreiða laun útgerða til sjómanna. Já, sko, Heiðrún Lind í þessari grein sagði bara berum orðum að það bara þessi leiðrétting sem hún kallar, það er að segja ykkar aðkoma í gegnum skattkerfið sé forsenda þess að gengi verið til samninga. Ef að það kemur ekki til greina af þinni hálfu, er þá eitthvað verið að fara að semja og endar þetta þá ekki hvað sem er með lagasetningu? Ef að það er þannig, og þá vil ég bara fá það skýrt, og í rauninni ert þú kannski að segja mér ákveðna fréttir að útgerðin á Íslandi, að samtök fyrirtækja sjávarútvegi, ákveðnir stjórnmálamenn og einhverju aðrir lögaðilar eru að krefjast þess að ríkið komi að því að styrkja sjávarútvegi með þessum hætti, með sértækum aðgerðum í formi skattaafsláttar. Við erum að tala um það. Þá er það einfallega mjög ný krafa og ný nálgun á hálfu útgerðunar. Ég segi það og ég hvet deiluaðila sérstaklega til þess að huga að því hvaða félagslegu áhrif þetta verkfall er að hafa. Við verðum líka að hafa það í huga að 1. grein fiskveiðistjórnarlaga sem er eiginlega ein merkilegasta lagagrein sem við höfum atvinnuveg í landinu. 1. málsliður sameign þjóðarinnar, það er alveg skýrt þjóðin á fiskinn í sjónum. Síðan kemur að því að markmið lagana eru annars vegar þau að byggja upp hagkvæman sjávarútveg, verndan, sjálfbærni, en síðan kemur að því líka sem stendur líka með markmið lagana og það er að treysta byggð og treysta atvinnu í landinu. Og það verður að segjast eins og er útgerðirnar að brjóta það verður að segjast eins og er að því lengra sem líður, því fjarri erum við markmiðum 1. grein fiskveiðistjórnarlaga. Og ég held að það verði líka deiluaðila að hafa í huga. Þjóðin hefur falið þeim með ákveðnum einkarétti, nýtingarétti til þess að nota og ná í auðlindinni í sjónum, öllum til hagsbóta, hafa gert það mjög vel á umliðnum árum. Við erum öll gríðarlega stolt af sjávarútveginum. En því lengur sem líður á verkfalli, því fjær erum við markmiðum 1. grein fiskveiðistjórnarlaga og mér finnst það miður. Og hvaða afleiðingar getur það haft? Já, ég held að til lengri tíma þurfum við náttúrulega bara einfaldlega að skoða aðra leiði fyrir ríkisvaldið að koma að deilum heldur en bara einfaldlega með því að setja fjármagn inn í greinina og það er bara að skoða það. En eftir stendur að minni hálfu, ég sé það ekki, allavega í bili, ekki koma til greina að við komum að því með sértækum hætti. Ég undirstrika það að við munum fara yfir það hvernig hægt er að leysa deiluna með almennum hætti. Mér finnst að það kæmi líka vel til greina að þegar deilan er búin að menn fari í það að skoða skattkerfið þannig að allir verði með undir sömu regluna settir hvað varðar dagpeninga, fæðispeninga og svo framvegis. Bæði einkaaðilar þá flugfélögin og opinberir aðilar? Já, ég held líka að það fyrirkomulag sem er núna, þetta er pínlítið leifar af gamalli tíð og bara það að skoða hvernig ákveðnar undanþágur er í skattalögunum, ég held að það sé ekki heppilegt núna til lengri tíma lítið. Við erum komið með því betur fyrir atvinnugreinar, við erum með sjávarútveginn sem er náttúrulega breiða úr sér alveg á ótrúlega skemmtilegan hátt, hann er ekki bara eingöngu núna veiður og vinnsla, heldur er virðiskeðja sjávarútvegs, hún er orðið svo fjölbreytt, við erum að sjá nýsköpunar og sprotafyrirtækja á sviði hönnunar, á sviði heilsu og lyfja og við erum líka að sjá mjög mikla fjölbreytni í markaðssetningu og fleira af okkar fiskafurðum. Þannig að ég held að í ljósi þess að við erum komið fjölbreytta atvinnu og nálgun innan sjávarútvegs, þá erum við líka komið með aðra greinar eins og ferðaþjónustuna og hugverkaiðnaðinn sem að við eigum eiginlega að skoða þá leið almenn skattaleg áhrif á þessar greinar, ekki bara taka eina grein út fyrir sviga. Þannig að það kemur rauninni til greina að bara afnema
þetta dagpeningafyrirkomulagi yfir höfuð og breyta þá skattkerfinu bara einhvern veginn þannig að... Það sem ég myndi vilja sjá, menn skoði þessa deilu, skoði ekkert óeðlilega kröfu að allir séu bara undir sömu regluna settir, að menn skoði það hvernig getum við einfalda skattkerfið, hvernig getum við gert það enn sanngjarnara og enn gegnsærra heldur en það núna. Það of mikill frumskór. Þannig að ég held að það sé eitt af því sem við lærum af þessari deilu. Ég held líka að við þurfum sérstaklega, eins og ég sagði áðan, að skoða það hvernig ríkisvaldi getur komið að því að styðja við dreifðu byggðir landsins og þau svæði sem hafa illa orðið fyrir verkfallinu. Þannig að mín skilaboð til deiluaðila næstu vikuna, gjöru þið svo vel, viljiði elsku vinir fara að semja. Ég ekki að fara að setja lög á sjómannadeiluna, ég vil líka benda á það að það þurfa að vera mjög ríkar ástæður til þess, mjög ríkar, til þess að ríkisvaldið fari og setja lög á deiluna og ég bendi meðal annars á mannréttindasáttmála Evrópu sem að hefur ítrekað sagt að það og eiginlega tala gegn hvers konar inngripi ríkisins inn í stéttadeilur, vinnu- og stéttadeilur og það sama gildir félagafrelsi. Við höfum mikið að gera það síðustu ár og ekkert síður í sjávarútvegi heldur en annars staðar. Nei, alls ekki. Og hagsmunirnir ekkert minni núna. Nei, hagsmunirnir ekkert minni núna, en við verðum samt að huga því að það verða aðra kjaradeilur. Og það verða aðra stéttir sem eru líka gríðarlega mikilvæga fyrir samfélagið. Við erum að tala lækna, við erum að tala framhaldsskólakennara, við erum að tala ferðaþjónustuna. Allt hefur þetta þýðingu inn í það að byggja, það sem við köllum samfélag, að byggja það upp. Og þá verðum við að spyrja hvenær réttlætanlegt að ríki grípi inni með sértækum hætti og hvenær ekki. Ég vil miklu frekar sjá það að ríki koma því eins og það hefur verið að gera á umliðnum árum með almennum hætti, með því að lækka, með yfirlýsingar lækkun tryggingagjalds, með yfirlýsingar það hvernig það ætlar að stuðla því að byggja upp húsnæði og leiguhúsnæði á landinu. Það eru almennar aðgerðir sem hægt að styðja þegar ríkisvaldið skiptir sér að vinnudeilum, en ekki sértakar. Mér okkar aðeins svona, útgerðarfyrirtækin eru náttúrulega óbúslega misjöfn, eins og komið hefur verið inn á. Þetta eru annars vegar óbúslega stóraðalar og fjárhagslega sterkir og svo náttúrulega miklu minni og jafnvel nú löngu komnir í vandræði út af þessu verkfalli. Það hefur verið nefnt einhvers staðar að jafnvel sé það þannig að stóru útgerðirnar eigi þarna viðskiptatækifæri í því að halda úti svona lengi, þau hafi sterkari ítök innan SFS heldur en minni útgerðirnar og jafnvel býði bara eftir því að minni útgerðirnar rúli og þær geti tekið þær yfir. Er þetta eitthvað sem þú ert að fylgja sérstaklega með og kemur eitthvað neginn til greina að kippa inn í til þess að koma í veg fyrir þessa þróun? Ég hef ákveðnar áhyggjur á þessu, ég viðurkenni það alveg. Ég hef áhyggjur á því að það er bara eins og oft í lífinu, henni sterku ná að vera lengur heldur en henni veikari. En ég vil samt vara við því að menn fari að búa til einhverja fylkingar innan útgerðina. Það sem ég held að menn þurfi miklu frekar að skoða og mér finnst þið sjálfa svolítið þess vegna buðu meðal annars útgerðirna það að semja eftir mismunandi skipaflokku. Það eru ákveðnar útgerðir sem með yfir 50% launahlutfall, meðan aðrar útgerðir eru kannski með í kringum 40% launahlutfall. Þannig að þær eru misjafnlega í sveit settar til þess að koma til móts við annars eðlilega kröfur sjómanna. Og ég hefði viljað sjá á einhvern tímann, þannig að menn horfi svolítið fram á við en byggja ekki á samningum sem eru kannski búnar að grunni til vera í 30-40 ár, að byrja kannski svolítið með uppblað og segja hvernig skynsamlegast að gera þetta. Skynsamt að semja eftir skipaflokkum, það rétt? Línubátarnir eru verið settir í dag og frystiskipin meðan að uppsjávarskipin að gera það miklu betur. Þannig að ég held að þessa deilu fyrst verða að leysa sem fyrst og síðan getum við lært heilmikið af henni meðal annars að gera allt kerfið einfeldara, gegnsæra og aðgengilega fyrir sjómenn sem útgerðarmenn. Því við þurfum að báðum þessu stéttum að halda og við viljum stíga þær eftir bestu getu en þetta á þeirra ábyrgð, deilina verða þeir að leysa. Þakka Katrín, komist ekki lengra með þetta, ég vona að þú náður að leysa þetta. Við verðum hér aftur að vikuliðinni í Silfrinu. Þakka fyrir okkur.